mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, mikið rétt, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og nú erum við farnir úr handboltanum yfir í körfuknattleikinn og í kvöld voru síðustu leikinir í 8 liða úrslitum Maltbikarsins og á línuna er komin Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Þór Þorlákshöfn. Þeir eru konir í undanúrslit, voru í úrslitaleiknum í fyrra gegn KR. Heill og sæll félagi. Heill og sæll. Hvernig hefur það? Ég er bara kátur, sko. Já, það er nú, þið voru ekki með mjög spennandi leik í kvöld. Nei, hann var það svo sem aldrei. Mér bara virkilega ánægði með bara hversu faglega mínir menn nálguðust verkefni. Það var ekkert vanmat og bara mikill kraftur í öllum okkar aðgerðum og það má svona segja að úrslitin hafi nú verið ráðin í eiginlega strax á fyrstu 10 og algjörlega í hálfleik, sko. En þeir fóru alla leið í úrslitin í fyrra og það er svona, má segja, þið væntanlega stefnið að reyna að koma jafnvel, víst að þeir eru konni núna í undanúrslitin, að reyna að fara alla leið núna aftur. Já, ég meina það er bikarinn er náttúrulega, það er ákveðin rómatík sem að fylgir bikarkeppni og staðan er náttúrulega bara þannig að keppni náttúrulega er með breyttu fyrirkomulagi og nú eru undanúrslitin í Laugardalshöll. Þannig að við förum þangað aftur annað ár í röð og svo er bara stóra spurningi bara hverja við fáum og það kemur í ljós á morgun. En ég meina við ætlum okkur að fara inn í þessi undanúrslit til þess að koma okkur í annan úrslitaleik. Það væri náttúrulega eitthvað sem að er þetta alveg svakalega gaman. Það er kannski óvæntastu úrslit kvöldsins að fyrstudeildarlið Vals, þeir unnu Hauka. Já, ég held að úrslitin í kvöld voru svona allavegana. Ég bara það var ef ég skildi þetta rétt að þá skoruðu KR-garnir síðustu 6 stigin fyrir austan og unnu 5 stiga sigur gegn Hetti. Og svo vinna Valur Hauka, þannig að þarna er alltaf 2 hörku fyrstudeildarlið sem er að sýna það að þau geta vel keppt við þessi lið í helstu deild og Valsarnir náttúrulega búin að slá út núna 3 úrvalsdeildarlið, þannig að það er ekkert að tala um einhverja tilviljun. Þeir eru búin að slá út bæði Skallagrím og Hauka sem að teljast til sterkra liða í úrvalsdeildinni. En svona, talandi fyrstu deildina, svona sterkustu liðin þar og Dóminusdeildin, það virðist ekki vera það svona mikill munur á liðunum svona yfir höfuð með svona hvernig fyrstdeildarliðin fara inn í þetta tímabil? Nei, sko, Hattaliðið, ef við tökum það til að byrja með, sko, þá náttúrulega er það lið sem að mér fannst persónulega að vinna miklu fleiri leiki síðustu vetur og voru ótrúlega nálægt í að vinna fullt af leikjum í efstu deild og þeirra svona endanlega staða í rauninni fannst mér ekki gefa rétt að mynda stöður og þeir eru ekki þeim mikið síra lið í vetur heldur en síðastliðin vetur. Þannig að þeirra árangur með sama þjálfara svona byggjandi ofan á það sem að þeir voru að gera í fyrra, það er bara svona vaxandi gangur á þeim og Valsarnir náttúrulega fá mikið styrk í Austin Bracey í haust og hafa hitt greinilega góðan kanna og þeir með fullt af spræku strákum með þeim í viðbót, þannig að þetta eru bara 2 fínustu lið sem að ég er ekki pissa þó að þessi lið myndi færast upp í eftir deild og það verður þetta heilmikil barátta. Það eru náttúrulega fleiri lið þarna, Fjölnir, Hamarsmenn virðast vera að styrkjast og Breiðablik, þannig að það er bara hörku spenna þar eins og í Dóminusdeildinni, sko. Talandi Dóminusdeildina, þetta er ein óútreiknarasta deild landsins, alveg sama hvað íþrótt þú lítur til. Já, það er mörg sérstök úrslit búin að eiga sér stað og það er nú bara þannig held ég að það ber nú ekki það mikið á milli liða. Menn hafa talað KR Stjörnuna og Tindastól sem svona topp 3 lið og mér finnst reyndar KR og Stjarnan náttúrulega hafa
mjög reynda menn innan sinna raða sem hafa róað ýmislegt unnið titla. Það kannski ekki fyrir því að fara mikið hjá Tindastól. En svo bara þvílíkur bunki af liðum sem að geta vel staðið í þessum bestu liðum á góðum dögum og geta líka tapað hinga og þanga ef þau ekki á tánum og það bara búið að sýna sig. Það búið að vera ansi mikið hreyfing á töflunni. En já, svona hvernig staðan í dag, þar Stjarnan og KR á toppnum með 20 stig en svo kemur Tindastól í þriðja með 18. Eru þetta kannski 3 sterkustu liðin í deildinni? Það sem af móti, já, engin spurning, þá hafa þau verið það. En þetta langt mót og það ennþá, já, hvað einhverjar 8-9 umferðir eftir, þannig að það ánægt að ganga á ýmsu. Já, 9 umferðir held ég farið með rétt mál, þannig að ég held að þessi 3 lið verða alltaf 3 á topp 4 liðanum. En hvort að það verði eitthvað eitt lið sem ná að skjóta sér þarna leið og berjast með þeim og jafnvel ná kannski upp í 3. sæti, ég veit það ekki, og hvaða lið ætti að vera, það svo sem bara mikil hrúga. Í dag eru Þórsliðin 2 og Grindavík skrefinu fyrir aftan og svo koma þau í langri röð rétt á eftir, þannig að það bara rosalega mikið af 4 stiga leikjum og jafnvel 5 stiga leikjum eins og ég orðað að þeirra innbyrðisliðin eru tekna með sem eru framundan og við erum að fara í eina slíka á föstudaginn þegar við fáum Haukana heim sem að það eru alveg gríðarlega mikilvæg leikur fyrir bæði lið. Leikurinn á föstudaginn næst hjá ykkur í Þorlákshöfn klukkan korter yfir 7. Haukarnir, þeir náðu ansi langt í fyrra en hvað að hrjáða á svona núna þetta tímabil? Já, þeir náðu langt og voru náttúrulega liðið sem að ýttu okkur í sumarfríið og fóru náttúrulega alla leið í úrslitaeinvígi og Haukarnir hafa gert hlutina fyrir mark mjög vel á síðust árum. Þeir fóru í mikið uppbyggingarferli og fjalli náttúrulega niður í fyrstu til, komu upp aftur á svona svolítið heilbröðum nótum að við fannst. Þeir hafa hlaðið vel utanum unga strákar sem hafa svo bara mannast og leitt þetta lið, en hvað gerðist, það náttúrulega fyrir það fyrsta, þá missaði Kára Jónsson sem að ekki bara einn efnilegasti leikmaður landsins, hann náttúrulega bara með þeim bestu. Það bara þannig, ég held að hann hafi sýnt það sérstaklega síðasta vetur og skarð hans hafa vitað að það ekki mitt svo auðvitað. Svo missaði líka Kristinn Marinósson sem að var mjög mikilvæg leikmaður fyrir það af bekknum síðasta vetur og gaf þeim meiri vít, mikill skotmaður og þeirra lið náttúrulega bara öðru vís í dag. Þeir eru ekki með eins breiðan hóp og þeir eru ekki með eins góða skotmenn, allavega marga góða skotmenn eins og eftir að Kitti og Kári fóru. Það svo fljótt á litið það sem að kannski svona hefur breyst og staðan náttúrulega hjá þeim núna, vonbrigði að tapa í bikar en þó að þeir séu í 11. sæti þá þarf ekkert marga sigurleiki til að koma sér á ágætis slóðir í þessari deild, þannig að við erum allavega ekki að fara að mæta í hérna leik og haldandi það að Haukar séu slagir. Við vitum alveg sem þetta mökku liði sem hefur sýnt það á köflum í vetur, þó ekki eins og oft á síðasta vetur að það eru hörkuspilar og við þurfum að eiga toppleiki ef við ætlum okkur að ná okkur í 2 stig. Svona í lokinni áður en ég sleppti þér aðeins að landsliðinu okkar, það má segja að samkeppnin að komast í þennan lokahóp sem að keppir í Finnlandi í sumar, hún hefur kannski aldrei verið jafn mikil. Nei, það hverju orðinu sannara. Ég held að þróunin hafi nú orðið betri heldur en margur hefur þórað að vona. Það eru alveg margir körfuboltaspekulantar sem hafa talað fyrir því að það væru erfiði dagar í vændum þegar að 82 árgangurinn og Logi sem að kemur úr 81 myndu stíga til hliðar. 82 náttúrulega með Jakob Örn, Jón Arnór og Hlyn, Helga Magg og fleiri góða. En í dag erum við bæði búin að eignast náttúrulega þetta kynslóð fyrir aftan þá sem eru strákar eins og
Pavel, Hörður, seinna meir Haukur Helgi og svo hefur náttúrulega bara komið hópur af virkilega öflugum strákum. Martin og Elvar núna úr 94 árgangum. Ég gleyma til upp Ægi Þór Steinarsson. Svo koma þeir inn strákar eins og Tryggvi. Svo þeir væntanlegir og eru þarna væntanlega þrýsta fyrir því að komast að inn strákar eins og Kári Jóns og Jón Axel, Kristinn Páls sem allir að gera gott mót í háskólaboltanum. Og svo bara inn á milli strákar hérna heima sem að hafa staðið sér feiki vel og sumir hverjir ekki síður en sumir landsliðsmennir sem að spila í deildinni hérna heima. Nei, nákvæmlega, einmitt. Þannig að, já, svo það náttúrulega stóra verkefni hjá unglingalandsliðinu okkar. Samkeppnin líka þar mikil? Já, það sé alveg óhætt að segja það að við vorum með hvað á ég að segja, einhverja 24 leikmenn sem voru valdir inn í jólakvöldina en það voru reyndar ekki allir sem að gátu verið þar, einhverjir sem voru meðal annars erlendis og það verður ekkert auðvelt að velja áframhalda hóp í það verkefni og það bara jákvætt vandamál. Mjög spennandi sumar í vændum þar og fyrsta skipti náttúrulega sem að 20 ára landsliði hjá okkur keppir á lokamóti í A-deild og svona rökrétt framhald finnst mér svona af því sem við höfum verið að gera í bæði Norrlandamóti og erum ekki með 16-18 ára á síðustu árum og þarna erum við vonandi bara að ná sterkri tengingu á milli yngri landsliða og A-landsliða og það framtíðin í íslenskum körfubolta er björt. Einar Árni Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best leikurinn á föstudaginn korter yfir 7 ekki satt? Yes, takk fyrir kærlega. Bestu þakkir, blessaður. Blessaður. Já, þá rétt undan skamsáðslega að fara yfir svona helstu úrslit kvöldsins og hvað framundan í sportinu.